Dóttarfútból heilsar á föstudegi í beinni frá, ekki í beinni frá Túborg 10 en við erum hérna staddir í Granda í Reykjavík. Já, í glæsilegum húsakynnum Epic. Ég skal segja frá því að við vorum að draga út hérna í leik, eða dróum ekkert út, við völdum bara bestu fótboltaminninguna og þetta gerum við með Pay. Það að segja að þið vantar eitthvað upp á og getur við payað restina. Kynningu þetta hjá Pay. Það komin endalaust af fótboltaminningum og myndir og annað slíkt. Það var hins vegar ein mynd sem fannst vera best og það frá honum Sigurði Samúelssyni sem að, var nú poppstjarna hérna á árum áður. Var á toppnum á sama tíma á Eiður Smári. Þetta bassalekarinn Írafár. Þetta ekkit flóknar en það og hann á þetta mynd af sér 1987 þar sem að heimslið mætti að einhverju úrvalsliði Englands á Wembley 1987 með George Best og þessi mynd algjörlega meiráttar því að hann segir síðan frá því að George Best hafi búið sér drykk og hann hann 14 ára og ég get alveg ímynda mér að George Best hafi verið í svona nokkur þungum málum þarna á þessum tíma en Sigurður Samúelsson, hann hitti kallinn og hann vantar þarna Bobby Moore á myndina og líka sagan hvernig þetta gerist í íþróttagetrun Morgunblaðsins. Þetta svona voru tímarnir og þetta meiri áttamynd. Sigurður Samúelsson á inni, ferð fyrir 2 á leiki, enska boltanum eða hvað sem hann vill í raun og veru fara. Peyjararnir sjáum það. Þetta svolítið hart að vera 14 ára í eftirpartíi með George Best. Það nefnilega mjög hart og líka bara svona, George Best. Það spurning hvor þeir á ekki að vera. Já. Þetta stemmir ekki alveg, Það svolítið gaman að því að eins og þegar maður labbar á Manchester þá var alltaf að tala við George Best var oft þarna. Svo þegar ég fór á Kings Road í Chelsea sem gata sem að, þú væntanlega búið á Bleikstein álætti eða eitthvað slíkt eða þessum aðalgatan í Chelsea, ekki? Kings Road. Jú, það má segja það. Þá bar svona, þegar kemur Kings Road og labbar til vinstri sem heitir The Fiend. Það var George Best barinn þegar hann einbytti sér í London. Þegar hann var í Fulham. Já. Og södraði þar og þannig að George Best, hann skilur eftir sig margar minningar, auðvitað hvöttum hann fyrir 20 árum núna og Sigurður Samúelsson, hann var það heppinn að fá að hitta hann og hann á leiðinu út í boði Pay. Dóttarfútból heldur auðvitað áfram að reyna að selja. Ég keypti gám af hvítum lauki og hef verið að tróða inn á alls konar veitingastaði að undanförnu með alls konar triksum og laukur pepperoni og laukur 50% afsláttur og nota kóðan DOC50. Já, það ekki fróknar það. Þessi gámur minn að tæmast og vonandi þetta tæmist endanlega helgina og þakka Dominos kærlega fyrir að taka hvítan lauk aftur inn á Dominos eftir öll þessi skipti. Fitnessport með Black Friday og hér eru allir í ræktinni á fullu. Gaman að sjá Eiður Smára, hann mætti með töskuna með sér inn, hann vill ekki kæla æfingadótið, út greinilega búin að búa núna það lengi á Íslandi að geyma töskuna aldrei úti. Ekki út í bílinn. Nei, málið þú náttúrulega kynntist þessu aldrei á Íslandi þegar komu þegar þjálfararnir mættu á æfingar með kalda bolta. Ég var alltaf bara í innanúrsboltanum að vinna á parkettinu. Þeir voru bara glerharðir og svona hljóðið í þú sparkar í það. En ég ekki frá því að mín fyrstu ár hjá landsliðinu hafi bara verið þannig. Hann mættur bara með boltar í skottinu og í alveg frosnir boltar. Þetta alveg sér íslenskur viðbjóður sem var í gangi heillengi á Fitnessport með Dóttarfútból. Svo það spurningin góð með tölvutek og það einhver í þessum Black Friday bransa, þá það tölvutek. Strákar, ég ætla bara að fá ykkur, við erum hér í setti með langmarkaðasta leikmanni, íslenska leikmanni í meistaradeildinni frá upphafi, þar sem að Eiður hefur skorað langmest en geti bara nefnt mér, ég var að segja 4 leikmenn sem hafa skorað líka í Champions League. Það alltaf eitthvað Viktorberg, Íslendinga? Já. Bara svona löflétt að hafa byrjað þetta bara léttunótun og verið svolítið kátir og skemmtilegir. Alfreð Finnboga. Alfreð Finnbogason, Viktor Berki. Það fleiri hann í FCK.
Hákon og Arnór Sig að sjálfsögðu. Þannig að þetta samt, þeim hefur verið að fjölga hérna á undanförnum árum sem hafa skorað í Champions League. Við vorum náttúrulega bara mjög fáa leikmenn sem höfðu spilað yfir höfuð í Champions League og svona upp úr aldamótum þá voru þetta Árni Gautur Arason, Eiður og Eyjólfur Sverrisson átti einhverja leiki fyrir Hertha Berlín. Þannig að þetta voru leikmenn í Evrópkeppni meistaraliða eins og Arnór Guðjónsson og Ásgeir Sigurvinsson. En þá héti þetta bara ekki Champions League. Við slum fara að henda okkur í þetta, við slum fara að powerranka strax. Það verið að tala um það að Englendingar gætu verið á leiðinni á HM á næsta ári sem favorites, ásamt Spánverjum. Það verið þetta, þeir vinna bara alla leiki og Englendingarnir eru sjóðandi heitir Dynout með Dr. Fútbol. Dynout að sjálfsögðu með gjafabrjöfin. Eiður, þú náttúrulega hefur spilað með mörgum og náttúrulega átt ótrúlega feril og búin að spila með öllum bestu fótboltamönnum sögurar leikum við sko. En ég baði að velja 5 bestu englendingarna sem þú spilað með. Af því að þú varst þarna í kringum þetta Golden Generation sem að náði síðan ekkert að verða Golden. Já, þú veist, þeir unnut ekki, það var alltaf að vera að vonast til að myndu að klára þetta. Nei, ekki bara sami på tegnin, þeir vinna alltaf alla leiki í undankeppninni og svo náður ekki alveg að klára þetta þegar þeir komast á stórmót. Ég vona að það fari nú eitthvað tíðan að breytast, en ef við bara tölum með 5 bestu leikmenni sem þú spilaði með frá, sem voru englendingar, hver væri númer 5 þar? Þetta er svo erfitt. Ledley King. Það er einn leikmaður alveg sama við hvaða Tottenham leikmann þú talar. Sennilega segja allir besti varnarmaður sem hafa spilað með. Já. Það er bara hann gat bara æft einu sinni í viku. Hann bara með handón í hné. Og hverju voru svo góður í? Oftast, bara öllu. Hann var bara góður í fótbolta, hann var sterkur, hann var fljótur. Hann las leikinn vel. Hann mjög skrítið sko að gæi sem spilaði alla leikinn gæti aldrei æft daginn fyrir leik. Því að þá myndi niður bóluna við. Já. Þannig að það var ekkert, það voru allt væntanlega reynt til þess að reyna að koma í þannig standa hann geti spilað alla leiki og annars stitt en sko, nú ef við bara höldum áfram upp og förum í fjórðasetti, hver er fjórði besti englendingur sem svona, ég veit átta mig á því að Já, ég verður að viðurkenna að ég er ekkert búin að sitja yfir svo liggi yfir þessu, en þetta er náttúrulega allt Chelsea leikmenn. Já. Og mér langar að segja Graham Lesaux. Já. Mér fannst hann fínn. Það er svona Graham Lesaux, Wayne Bridge. Já. 2 vinstri bakverðir. Einn aðeins lengra síðan að hinn var að spila. Já, Graham Lesaux það var auðvitað hann sem að lenti í þessum áhugaverðu útistöðum við Robbie Fowler á sínum tíma. Já. Og viltu sína mynd af því? Já, ég sleikti sína mynd. Ég er ekki með mynd af því. Ef við förum svo bara í þriðja. Joe Cole. Hann er trilltur hann eitt sísón sérstaklega hann hjá okkur. Já, 2005-06 er hann algjörlega frábær. Og ábyggilega, segjum topp 10 flottustu mörkum á HM. Er það á móti Svíum? Já. Það er algjörlega geggjað. Það er bara að menn láti sér detta til hugar og láta bara vaða. Já. Hann var líka svona undrabann. Hann var undrabann og loksins þegar hann kemur til Chelsea byrjaði hann svona að standa undir því öllu saman þegar að leið á, þegar hann búin að vera hjá okkur í 1-2 ár. Átti aðeins erfitt þegar hann kemur fyrst. Já. En hann var náttúrulega talinn bara tæknilegasti leikmaður sem að England hefði séð 15 ára gamall. Hann gerði bara hluti sem að mönnum, dettu vallallu hugar á æfingum þegar hann var í West Ham og kemur í Chelsea og á endanum var algjörlega frábær. Sko, þetta er skemmtilegt törm að vera undrabarn. Þú varst undrabarn á síðan tíma og þetta er náttúrulega þetta er mikið pressa sem fylgir þessu. Ég meina, og svo geta menn haft svo óævintýralega rangt fyrir sér. Eins og við sjáum þetta merkilega dæmi með Freddie Adu. Hvernig gáttu allir haft rangt fyrir sér? Hvernig gat bara einhver verið bara eitthvað undrabarn og þú veist bara, hvernig, það feiluðu allir? Ég er ekki bara Bandaríkjamenn skrýtnir þegar kemur að því að spotta fótbolta. Jú, það fór samt í öll þessi lið og hann var út allt í Evrópu og... Ég spilaði nú einu svona mótunum á undirbúinistíðumbilinu. Það var á móti DC United ábyggilega. Þeir að koma upp fyrst eða svona. Það var eitthvað þarna, sko. Það var alveg með, ákveðna hreyfingar og touch og vinstri fótinn og góðan balans og svona. En ég held að, 80-90% af tímanum með svona
unga og efnilega svona yfirbura efnilega leikmenn þá snýst þetta 80% hvað eru með í hausnum sko þegar þú ert hjá hérna Chelsea kom ekki upp svona eitthvað herri, það hérna undrabað á leiðinni hérna í þessu mannst eftir einhver tíðan eftir að hafa heilt Leon Knight mun ekkert margir eftir honum nei, bara hafsendi það nei, það var bara bingo lítill strækjar og maður svona vel eftir honum Carlton Cole komu náttúrulega bara tæplega 2 metrar á hæð og svona úrlingabolti og varalisbolti var allt og auðveldur fyrir hann en svo þurfti hann að standa undir í móti fullvaxnum kallmönnum og það gekk ekki alveg eins vel en hafði í rauninni allt Já, þetta er áhvert þessi blessuð undrabönn hver er þá númer 2? John Terry náttúrulega bara besti miðvörður einn besti miðvörður alltaf sinna kynslóður það þarna á tíma þess að þeir eiga alveg haug af hafsend englendingarnir fyrirliðin á þessum tíma Mourinho hafði ykkur 3 fyrirliða þarna 2004-05 4? Hver var 4? Ég var 4 Þú Lampard Terry Makaleli Já, þú veist, það var ekki eftir röð sko, það var alltaf fyrirliðin á vellirum sem vissi allir að væri John Terry og svo voru það svona við 4 sem voru áttum að skipa einhvers konar leikmannaráð við gerum það ekkert, við reyðum þessu bara sjáum klefan það er nöðsett og sá besti er þá væntanlega Frank Lampard Frank Lampard auðvitað leikmaður sem að kemur þarna frá West Ham og hafði þessa eiginlega geta skorað miðjumaður sem getur skorað þegar hann kemur fyrst frá West Ham til Chelsea og við borgum 11 milljónir punda fyrir hann á sín tíma og ég horfði hann á fyrstu æfingunum við bara býtu kostaði þessi 11 milljónir punda maður var ekki alveg að sjá þetta sko en svo þegar það líður á fyrsta tímabili ég held að hann skori 4-5 mörk næsta tímabil eitthvað svip 8 skrýður upp í 8 mörk svo byrjar það 4. tímabilið 15-20 og svo í kjölfar og því voru þetta bara 20 plus á hverju einasta tímabili og það sem hann hafði hann var alveg frábær skotmaður og gat æft skotin hverjum einasta degi sem hann gerði það var ekkit öklavesen á honum eða gat ekki stífur eitthvað hann bara æfði og æfði og æfði þetta er sennilega eitt besta svona dæmi það sem ég orðið vitnað eða verið í kringum fótbolta það sem ég hef hort bara á mann æfa sig upp á topp hafið allan grunn náttúrulega hann hafið vissa hluti og getur ekkit bara getur ekki tekið þig og þjálfa þig og þú æfir á hverjum degi að vera bestur þannig að hann hafði vissulega einhvern grunn til að byggja on á en svona þessi fókus á að verða einn af þeim bestu ef ekki sá besti í sínu stöðu Svo er alltaf að tala bara eins og öll mörkin hans að vera eitthvað deflection mörk sko. það var pínu trademark en ég meina er ég eitthvað rugglega varst ekki með Ashley Cole líka? Nei, ok Ashley Cole kemur árið sem ég fyrr minni mig Þannig að þú vildi fá okkur Nassamann hérna inn og varst að reyna að tróða þeim inn ég var þakkláttur að heyra ekki nafna sann en það er samt verið óskililegt Þú áttir samt alltaf einhvern uppáhaldsleikmann í Bolton einhvern center Bob Taylor Super Bob man það var alvöru neðandeildar strækir stór þokkalega stór en nautsterkur sko ég hefði hlaupið hraðar en hann aftur á bak en hann hætti aldrei vann alla skallabolta setti líkama sinn inn í allt og skoraði þetta er algjört West Bromwich legend sko komandi til að gera í bolta einhvern veginn, þú veist, það var svona Helgi Sigurjón þú veist, það fóð bara í hnið á honum og inn og hann vissi ekkert af því eða, þú veist, það var bara þarna á réttum stað og svona, eins og Helgi sagði alltaf, það er ekkert að skora fallega maður bara horfir boltan inn og þessi gæja hafið þannig líka það er gott tricks við slum fara á þessu párangi og færa okkur yfir í aðrar fréttir af íslenskum fótbolta samherji með Dóttor fútból og það eru þorsnakkandir besti bitinn en sko besti bitinn okkur núna er ekki að vera fullorðinn fótboltamaður því að ef einhver staðar eiga aldursfordómar vel við þá er það í fótboltan
Við finnum það bara núna hvernig stemningin gagnvart leikmennum á fertugsaldri í þessum bolta og Aron Jónsson, það bara búið að segja við hann að hann megi sleppa að mæta á æfingar hjá Val. Já, og hann átti 1 ár eftir á samningi og fór á 2 fundi. Fyrsti fundur var að mætti finna sér nýtt lið, svona eins og ætlaði bara að gefa sér smá tíma og svo bara seinni fundur, bara hann mætti ekki eins og mæta á æfingar. Þannig að hann samningslaus, en ég meina að það var engin klásul í samningnum, þannig að það var að gera það upp, væntanlega. En það bara spurning hvert hann fer. Ég meina Aron spilaði ekki mikið í sumar, hann spilaði 15 leiki í bestdeildinni, byrjaði bara 10 og hefur verið að glíma svolítið mikið við meiðsli síðan komina til landsins. En svona, þú veist, mikið búið að tala þessi tímabil hjá hann með Val, svona má vonbrigði. Fyrstu 2 tímabilin voru góð hjá honum. Þegar hann var að spila framar á vellin. Og maður var að bíða eftir sérstaklega eftir að Pedersen meiddist, að hann myndi fá tækifæri framar á vellinum. Ég meina 22 tímabilin með 7 mörk, en 23, 9 mörk, 8 stóðsendingar í þessu hólu. Þannig að, þú veist, eins og staðan núna öll að yngju upp og, þú veist, maður veit ekki hvaða lið. Ég á erfitt með að sjá Lárusson á takan. Já. På Skaga? Já, svona þekkjandi minn mann og búin að vinna með honum í uppfjöldum í sjónvarpinu. Ef maður ímyndir sér típuna sem Lárus Orri þá er ekki Aron Jó vendilega. Sko Eiður, þetta þetta áhvert og kannski þessi þróun að þessi með unga leikmennu, Leipzig koma hann upp á sínum tíma með Ralf Rangnick og það þeir fara mikið í þessu ungu leikmennu og slíkt og ja, hefur þetta kannski bara alltaf verið svona í fótboltanum eftir 30 eða hvenær þetta sem að hefur þróun náttúrulega bara þannig að þjálfun hjá börnum og úlingum orðin svo miklu framar heldur hún var fyrir x árum síðan. Já. Þannig að leikmenn eru tilbúnari, myndi ég segja, líkamlega til að koma fyrr inn að spila móti fullorðnum mönnum. Já. Svo það bara þetta 30 plus, þetta fer svona í bylgjum, sko. Það, þú veist, þegar pappi var 30, þá varstu bara búinn. Já. Svo allt í einu fórum við að sjá liðin svo Fulham, Bolton, gefa mönnum eins á samning 33, 34 í staðin fyrir að eyða 10-15 milljónum punda í einhvern yngri þegar þá hugsið þjálfarateymin og læknisteymi hugsið. Við getum kreist úr honum 1 ár. Við erum að fá hann frítt. Þannig að það kom smá trend í það líka. Og nú allt í einu, en minna, er þetta eitthvað worldwide? Er þetta ekki bara á Hlíðarenda? Nei, þetta er nefnilega svona, manni finnst þetta að vera svona, þú veist, kannski ekki worldwide, en ég meina, þegar þú komst til dæmis í íslenskan fótbolta aftur og búist að þjálfa og annars lit, fannst þér leikmannahópurinn til dæmis bara of gamall? Pældur í þessu, að samsetningi hópsins svo er mögulega, við erum á Íslandi, fyrir hvað vilju standa, erum við kannski of gamlir hérna? Já, maður feir náttúrulega að spá í bara öllu. Já. Og vissulega er þetta einn hluturinn, erum við með nóg mikið af ferskum löpum inn á. Mér fannst stærsta vandamáli er að vera með of gamla og of unga. Ég held að það sé erfiðasti aldurinn að finna leikmenn á Íslandi í þessu 23 til 28 ára, því að þá, eða 29 kannski, því að þá eru menn á besta aldri og yfirleitt eru okkar bestu leikmenn þá erlendis. Er til eitthvað sem heitir besti aldur á því að nú, þú veist, þetta alltaf, þú veist, nú hlutin að það breyta svo hratt bara líka í meðhöndlun leikmann og annað slíkt. Ég meina, þú ert kannski fyrsta kynslóð leikmann sem að lappar eðlilega. Kannski kynst að heldur. Ég held að sé að lappa eðlilega. En þú er ekki sem í skokka, það er ástæði fyrir því. Já. Mér er illt allstaðar. Já. En þér er illt allstaðar? Já, ég get ekki færa út að hlaupa. Það er bara ekki séns. Reyndar bara sagði Jose Mourinho þetta Gareth Bale held ég held að hann sagt þú ert fyrsta kynslóðan sem vill lifa venjulegu lífi sem fyrir fótboltamaður út af bara hvernig meðhöndlun á leikmönnum var og svona annað slíkt. Já, ég held meina þetta er bara þróun í öllu. Hvað er lélegt í þér í dag? Hægra hníð á mér, ég er með brjóskemmt, ég er með liðþóin er eiginlega alveg farin. Já. Svo fekk ég eitthvað beinmar eftir að ég skall í gólfi í skvassi fyrir ári síðan, það er ennþá. Það nóg á hann. Já. Og sjónin er hún góð? Nei, alls ekki. En heyrnin. Hvað sagðirðu? Þannig að þetta er bara, smám saman er þetta bara að verða búið. Já, ég meina, fótboltin var þetta og þú sér hérna á gömlum fótboltamennum þegar lappa það hefur verið, þú veist, já, við veitum alveg hvað við tala maður nánast sér hvaða meiðsli er gengið. Já. Þú veist bara að horfa á
eitthvað sem spilaði Já. á einhverju leveli alveg, ég er ekki að horfa á þig Ég satt með nóga meðslu og það levelið var ekki mikið Það fyrir ekki saman Það er ekki bara Aron Jó sem að ég hef verið þakka fyrir sína þjónustu Damir Múminovic hafði búið að þakka honum fyrir sína þjónustu hjá Breiðabliki og bara í morgun hef ég fengið skilabóð frá 3 mismunandi aðilum að annars er hann á leiðin í Grindavík í einu skilabóðum, hann er á leiðin í Njarðvík í svo næstu og svo hann allir á leiðin í Stjörnuna veistu í hvaða leiðan er á fari? Sko, ég fór einmitt líka eins að spyrjast fyrir mynd í gær og þá poppaði upp Grindavík oftast hjá mér og svona væri líklegasta lendingin hjá honum og Davíð Smári reynir alltaf við hann að fá hann í Njarðvík en Grindavík reyndu líka að fá Eiðarón þannig að þeir eru að reyna að fá eitt svona gamlan og byggja svo unga leikmenni kringu það Já, það verður áhvert að sjá náttúrulega albesti miðurinn í íslenskum fótbolta síðustu 10 ár Keflavík náttúrulega bauð honum samning en voru far from it þannig að það verðist fyrir off Skulum við að kíkja á Evrópudeildina sambandsdeildina öllu heldur ætlum aðeins að fara betur í fótboltan hér heima Orkan með Dóttarfútból 30 ár af orkunni Orkan ódýrasta bensínið í Reykjavík svo eru þetta orkuleikillin sem hún getur tekið beint í síman það var fín orka í Breiðabliksliðinu í gær sem gerir 22 jafntölu við Samsunspor Albert, ég let þig horfa á þennan leik því að mig grunaði að Eiður væri með augun í Nottingham í gær Albert, hvað var þetta ekki bara flott hjá Blikum? Jú, þetta bara mjög fín framistæða bara með, ég var hrifinn að þessu uppleggi hjá Óla, var með Óla Val, Aron, Bjarna og Ágúst Orra frammi, Ágúst svona meira bara sem nýja þessum leik, samt svolítið fljótandi og sóttu náttúrulega bara mjög hratt, voru beinskettir svo skiptingarna líka hjá Óla á hvað 60. að kemur þrefaldskipting á 71. mínútu, þannig að setja Kristoffer Inga, Gabriel og andra jafni og mann inn á bara hárréttum tímabúndi, svona var leikur hann aðeins þau voru aðeins að ná tökum á svo leiknum Samsunspor, þannig að flott framista og þessi fyrstu 4 leikir hjá Óla með leikarlegi bara góðir bara sérstaklega þessi 3 leikir, stjörnuleikur var góður kúpsleikurinn voru ofnar að vinna þann leik ekki Sjakta var náttúrulega bara aldrei sjens og þetta bara risa úrslit og þeir eru á lífi í samfélaginu. Já, þeir eru að halda sér á lífi inn í þessu öllu saman Ágúst Orri Þorsteinsson var líklega besti leikmaður Breiðabliks í þessum leik Klálega og bara skemmtilegt að fylgjast með hann spila og hann á þetta fyrsta mark algjörlega geðveikur snúningur hjá honum og sendingin on point, þetta er erfið sending fyrir markmann að eiga við og vel gert líka á Davíð Ingvars vinstri bakurinn mættur á fjær þannig að hann var mjög góður í þessu leik átti marga góða sirpur Hann er alltaf búin að fá tvisar svona tækifæri til að fara í atvinnumennsku eða búin að fara fyrir tvisar í atvinnumennsku en maður vil kannski sjá hann einmitt vera með þetta meira í lagi áður en fyrir aftur út að hann fer alltaf aftur út en það er þetta síðasta það er sendinga fyrir og taka færi sín og hann átti 2-3 mjög góða fyrirgjafur í þessu leik lagði beitt mark og var bara mjög góður heilt yfir Eiður, manst eftir að spila með leikmanni sem var alltaf mjög öflugur á kantinum og framráður á vellinum en skilaði ekki mörkum og stóðsningum en hann auðvitað var að skila stóðsningum en við erum alltaf að horfa á hann að stráku bara hvernig getur hann ekki skorað meira eða veistu hvert ég er að fara maður er svona einhvern veginn hvar er því hann gerir svo margt svo vel en svo vantar mörkin en vantaði ekki stóðsninguna í gær Jesper Grankir var ekkit frábær í fyrirgjónum en hann var alltaf svo esku fljótur að hann kom sér alltaf í góða stöðu og þannig að það maður hugsaður með þennan hraða og þessu stíði sem hún að spila þessi strákur bara hann með próhrað er það ekki? Jú, ég hef ekkit séð mikið á hann en hann sýndi alveg nóg bara hvernig hann lagði markið í gær það er eitthvað þarna en er þetta ekki aðeins bara þurfti hann ekki bara þroskast aðeins meira á hann fyrir aftur að taka það skref að hugsa að fara erlendis hann er alltaf bara 20 ára gamall maður sé stundum ekki bara það síðasendingi sem léleg stundum er hann taka aðeins og marga snertingar hann er svona vantafl sem kemur bara með þegar hann þroskast sér leikmaður að losa boltan réttin tíma Logi Tómasson var svona heilt yfir ekki góður í þessum leik hann var svengjanir hann var bara í brasi slækast í Íslendingur í þessum leik það er bara þannig og hann komst 2-3 fyrirgjafstöður og boltan er lélir og hann leit ítl út í jöfnumarki hjá Blikum 2-2 markinu það sem Óli Valur fór illa með hann og skemmtilegur þessi sender sem skoraði bæði mörkin hjá Samsunspor
Marius Já, köllum hann bara Já, Marius. við erum bara með Marius á hann hann var sterkur, maður sá svona ráfinnis í honum, eins og í markinu Táin. það var þetta, sko, mér fannst það skrít mér fannst svona eins og Viktor gat kannski, mér fannst eins og hann gat sett fótinn í þetta, eða tæklaði þetta en hann komst 2-3 aftur í góða stöður, þetta er svona neglari, þetta er svona dundraði þetta marki sem hann skoraði, ég veit ekki með Anton, þetta var fast en á nær en það setna markið, en hann var þeir voru smá brasi með hann Eiður þessi leikur hjá Malmö gegn Forest, var þetta bara, er þetta bara mikill munur? Já, þetta er alltaf mikill munur og við hefum líka séð Forest liðið er bara rosalega sterkt og vel mannað og þó hafi ekki verið með kannski sitt allra besta byrjunlið, þá styrktiður upp alveg rosalega sterku liði á móti Malmö liði sem er bara í enduruppbyggingu og átti alls ekki gott tímabil. Þannig að það var ekki mikið fyrir minn mann að gera þarna frammi í Malmö liðinu. Nei, þetta er öflugt þetta Forest-lið sem að endaði hvað 7. seti á síðustu leiktíð í ensku úrvalsdeildinni og það voru önnur áhugaverð úrslit í þessu öllu saman. Lill unnu Dínamo Zagreb 4-0 þar sem að Hákon Haraldsson skoraði lagði upp afsakið 2 mörk. Hákon hann er mjög skemmtilegur leikmann, ég sem þarf ekki að tönglast eitthvað mikið lengur á því. Pák og Brann gerðu 1-1 jafntefli, alltaf við Freysi að delivera einhverjum úrslitum, reynda fekk skell helgina. Það er búin að góður í Evrópudeildinni, Brasi formið hjá í deildinni búin að dippa eins. Skell í Molde eða ekki? Já. Það er við vellur að fara. Já. Gaman í Molde. Æðislegt. Ekki, góðu bær. Já, ef þú ert svona 60 plussari og vilt bara hafa það rólegt. Já, það er umlega stundu þannig og vill maður bara hafa það rólegt og ekki vera að láta bögga sig eitt eða neitt, þá er gott að vera á bíl í Molde. En já, Róma Midtjylland Fiorentina töpuðu á heimavelli fyrir AEK. Albert Guðmundsson lagði upp mark sem hann dæmdi af og skoraði hann ekki líka mark sem hann dæmdi af. Jú, tekið mark á honum og þar á undan fyrst að markið var tekið af, þá áttu þeir bara að fá víti og sem hann hefði væntanlega stigið á punktinn, hann að sækjandi. Strasbourg varalið Chelsea Crystal Palace sem að, 2-1. Þannig að það er áhugavert hvað Strasbourg er að gera góða hluti. Það er enskur þjálfari þar, eða ekki? Liam Rossignol. Ég meina talandi tala um unga leikmenn, þið ítið hann á Age stráka minnir uppi á fótmapinu, því að elsti leikmærin í byrjunarliðinu hjá Strasbourg þessi 22 ára, 23 ára bara af öllum 11 í byrjunarliðinu. Þetta er bara meðalaldurinn hjá þeim í hverju leik er bara í kringum 21-22 ára. En er þetta ekki bara copy-paste á Chelsea? Hugsunarhátturinn og hvernig á að búið þetta til Já. Og það varst að spyrja áðan, hvenær er besti aldurinn? Ég held að enginn af þessum strákum sé komin á sinn besta aldur hvað, fótboltalega getu og hugsun og þróun í sínu leik. Þannig að það er fullt af spennandi hlutum að gerast í kringum Chelsea og þetta batteri sem er með og Strasbourg. En þetta þarf allt að koma heim og saman á sama tíma. Þetta er allt 20-24 gamli strákar. Já, við ætlum að ekkert velja lengur við sambandsdeildina og Evrópudeildina. 50 boltan okkar förum yfir í meistaradeild Evrópu, aðeins að fara þangað. Ástæðan fyrir meiðismára þegar að Chelsea tekur á móti Barcelona og reynir yfirleitt að hafa einhvern sem hefur spilað fyrir bæðisilið og svona aðeins til að fá dýpra samtal þetta allt saman. Sko, ótrúlega auðveldur sigur Chelsea Eiður. Fannst þér komið þér á óvart hvað þetta var létt eða? Já, kemur náttúrulega aðeins óvart hvernig leikurinn þróast, en ef það er einhver leikur það sem að rautt spjald hefur mikil áhrif og í rauninni bara ekkert annað að fara að gerast en Chelsea sigur eftir það. Samt sem áður fannst með Chelsea bara feskari til að byrja með og þeir voru bara miklu betri. Barcelona þetta er ekki alveg Barcelona liðið eins og ég man eftir því þegar ég var yngri og þegar sem ég spilaði í og seinni ára það mér finnst vanta mjög mikið í þetta lið til þess að þeir geti unnið meistaradeildina en maður veit aldrei. Já, þú veist, þetta er náttúrulega fljótt að breytast. Þeir eiga náttúrulega inn í Rafinha sem var náttúrulega var einn svona besti leikmaður liðsins ástæðan til að minja mal á síðustu leiktíð en þeir eru náttúrulega að spila þennan
svona áhugaverða leikstíl þar sem færa lið mjög framalega á völlin, standa eiginlega náðast á miðlínu og sem getur verið hættulegt. Já, afar hættulegt. Þeir eru líka sérstaklega þegar Rafinha ekki með, þá vantar upp á þessa pressu fram að þegar þú ert með línuna alveg upp á miðju og eiginlega náðast engin pressa frá fremstum. Nei, það sem líka, sko, ofanlega það sem gerist í þessum leika að, hvað heitir vinur minn hárprúði í Chelsea? Kukureya tók bara Lamine Yamal og setta hann í vasan á sér. Yfir 90 mínútur. Já, sko, Kukureya var ekki orðin framherji þarna á tímabili og hann var út um allt. Hann var út um allt. Greinilega fekk það hlutverk bara að andi hálsmálið á Yamal allavega 90% af leiknum og það tókst svona virkilega vel. Þannig að þú ert búin að stroka hann út í rauninni í liði Barcelona. Þá ertu bara búin að stróka út dálítið stóran bita, sko. Sko, þegar þú varst í Champions League, þá voru þannig að spila heima á heimann og ef það tapaðist leikur eða eitthvað slíkt, þá var það allt geðbilað. Þegar þú veist, þetta voru 6 leikir í riðlakeppni og þú veist, það mátti eiginlega ekki klikka. Þannig að núna sjáum við Chelsea tapa, við sjáum Bayern tapa, við sjáum City tapa og það var bara svona, jú, það verið gaman að vinna leikin. Áfram með þetta. Já, ég er ekki alveg... Það er ekki alveg búið að selja mér þetta koncept á meistaradeildinni. Mér fannst þetta skemmtilegra eins og þetta var, það sem að eru bara 4 lið, 2 lið áfram. Jú, vissulega, þú ert alltaf með liðin sem eru líklegri til að fara upp úr riðlunum, en það þurfti oft ekki nema ein óvænt úrslit þar sem að eitthvað stórlið tapar á heimavelli. Þá eru komnir undir svo mikla pressu að vinna einn útileik á móti. Þetta er alltaf svona, þú veist, tölfræði og talna leikur. Þannig að ein óvænt úrslit gátu sett lið sem var ekki búist við upp úr riðlinu. Ég var eftir að það fannst mér skemmtilega. Þið Chelsea voru eftir 2005-06 lentu í riðli með Liverpool og svo töpuðu þetta var kannski meiri krísa en það, ég man ekki alveg nákvæmlega núna en þið allan svona lentu í svona smá allan Já, þetta er ábygglega eftir að ég er farin 5-6 6-7 5-6 Í riðli með Liverpool Ég var ekki búið að stróka 6-7 las ég það ekki það er búið Ég held alveg örugglega þegar verið í riðli með Liverpool 2005-2006 þetta var frekar skrítið að því að Liverpool kom einhvern veginn inn á skring út að þeir urðu meistarar og það var einhvern veginn, já þetta er þetta það var Real Betis sem þau töpuðu fyrir það var þaðan sem ég var að reyna að muna þetta Erum við með Liverpool í riðli þarna? Já Þetta 2005-2006 og alveg í gleyminn Já, þessar riðlakeppnir, þær voru kannski ekki skemmtilega en þetta, þú veist maður gleyminn Ég hef líklega ekki verið að spila mikið að þessum leikjum Myndur vilja fá þetta format aftur? Já, mér finnst þetta bara svo skrítið eins og með City Ég meina City að Pep gerir 10 breytingar á liðinu heima mútið Leverkusen Ég meina fyrirkomulagi fyrra ég er hrifinn af þessu breytingum ekki bara út af stóru leikjum, heldur líka eins og loka umfyrinni fyrra, hvað var mörg lið sem gátu dottið út úr þessu topp 8 og mér finnst bara svo skrítið að sjá bara sérstaklega City að þeir komast ekki topp 8 í fyrra þeir mættu Real Madrid þú getur alveg verið mjög óheppin í þessu umspilsleikjum þar döttu þeir út þú vilt meina að þeir eru að læra leksjuna já, þeir eru að Real Madrid úti næst þegar allar líkur að þeir komast ekki inn í topp 8 en það ekki formati sem að verði til þess eða þetta bara Pep að vera sniðugur ég held til dæmis eins og Bayern sem kom inn í leikinn út af Arsenal bæði lið með 12 stig til fyrstu 4 þá ertu komið svolítið mikið safety net sko en við sáum fullt alveg með fyrra Milan datt út Feyenoord, Juventus PSV svona skil ekki akkur lið ekki að setja meira púður í það að vera í topp 8 en sko, við vorum að tala um Pep sko að þetta er eiginlega fyrsta skipt sem Pep er með ógeðslega stóran hóp Chelsea-liðin hjá ykkur hann var ekki með einhverja rísa hópa hann var ekki með rísa hópa nei, ég er að tala um Pep Já, í Barcelona? Já, þú veist, þetta var ekki eitthvað... Nei, og það var kannski ekki alveg á þeim tíma komin þessi rosalega pressa og leikja álag. Ég man ekki eftir því að hafa spilað í deildabikar á Spáni. Sem er bara ekki til. Það er bara Copa del Rey. Þannig að þá ertu strax búin að stróka út eina keppni með við hvernig þetta er sett upp á Englandi. Já. En jú, við vorum með ágætlega stóran hóp en svo var bara fyllt upp í með ungum leikmönnum sem voru svona á jaðrunum bíliði eða upp í aðlið. Já, nú er þetta bara landsmenn í kannski 20 og eitthvað landsmenn, við sjáum bara hversu stóri hóparnir eru, náttúrulega sérstaklega hjá Arsenal sem eru náttúrulega með mjög öflugan hópum þessar mundir. Ræðum
enska boltan hérna eftir smá. Við ætlum að spila þetta smass eða pass hérna með Eiði Smára. Ég ætla að fá hann aðeins til að ég er að hitta hérna vitlausana takta. Þannig erum við á smass eða pass. Við ætlum að skoða það er smá fart á þessu Chelsea liði ákvörðat núna. Við ætlum að skoða þetta með namminu í gulapókanum. Smass. Hvaða leikmenn getur komist í besta lið Chelsea frá upphafi sem er 2004-2005 af gæðinu sem eru núna? Enzo Fernandes. Kæmist þið hann í 4-5 liðið? Smass eða pass? Það er pass. Já. Það er pass, ok. Estevao. Kæmist hann í besta lið Chelsea frá upphafi? 4-5. Nei, það er pass á hann, en hvað verður úr þessum leikmanni? Það er aftur á móti, það er annar mál. Hvernig fílur og hvernig Maresca er að trýta hann? Þú veist, hann er svona kvílan og svona... Það er allavega svona utanfrá, virka vel. Mér er líka merkilegt að heyra Maresca hvernig hann talar hann sem persónu og leikmann, ekki bara inn á vellinum heldur en hvernig hann er að svona haga sér utanvallar og fór inn í svona, þessi sterku fjölskyldutengsl hjá hann líka. Já. Þannig að ef maður trúi Maresca þá er þetta bara virkilega vel upp alinn drengur. Já, þetta verður gaman að fylgjast með þessum. Hann virðist hafa allt. Næsti maðurinn, Reece James. Smass eða pass? Smass ef hann er heill. Stórt ef. Það er samt that time of the month sko hjá hann núna. Hann er heill. Já. Og hefur verið núna í nokkuð langa tíma með við síðustu ára. Já. Hann hefur náttúrulega í rauninni hefur allt. Sterkur, fljótur, góða tækni. Þannig eins og ég segi, þetta er svona hann hefur allavega gæðin til að vera í því liði. Já, við skoðum meira. Cole Palmer, er það smass eða pass? Ég veit ekki hvað ég myndi stilla honum upp í okkar liði 4-5, en ég myndi alltaf taka hann með. Já. Hann fær að vera 12. maður. Já, eða þú veist, við myndum alltaf koma honum fyrir. Finnum alltaf leiðir, kemur alltaf góðum leikmennum fyrir. Já, þetta var skemmtilegt, gaman að heyra hvað leikmenn kæmust í þetta lið hjá Eiði 2004-2005. Þetta var þetta liðið sem setti þetta stigametið sem reyndar var síðan sleið fyrir einhverjum 15 ára setna þegar að Manchester City gerði slítið fyrir og náði 100 stig. Þetta stóð allavega í ansi langa tíma. Já, hvað var þetta, 96 eða? Já, 95-96. Þannig að það var lið sem var bara líka neita að fá þessi mark. Það var eitthvað, hvað var 15 stykki sem að rúluðu þarna inn hjá okkur. Já, er ekki eina hætta núna, Arsenal? Jú. Ná að klórið það eitthvað? Heldur betur, geti verið, við ætlum að fara að ræða eins við strákarna Heimi Hallgrímsson og múrbúðin eru vinnir Dóttor fútból. Múrbúðin er búð harðhausana og það er oft gott fyrir ykkur sem er að kynna snýri konum þessa mundir að ef hún spyr hvað þið eru segist þið verið í múrbúðinni af því að þar er engir aumingjar kannski fyrirvændi kallirina var alltaf í tölvuleikjum eða eitthvað slikt en að vera búin að skipta í gæja sem að er inn í múrbúðinni á miðjum degi þá veistu að þú ert með harðhaus í tækinu og Trótek hörkutólið fyrir heimilin. Sko, Heimir Hallgrímsson, það var viðtal við FA-direktorinn hjá Írunum, John Martin. Hann var að tala Heimir Hallgrímsson. Slum aðeins heyra þetta. Semi-final to look forward to in March of next year after their memorable wins over Portugal and Hungary. Heimir Hallgrímsson's contract is due to end next summer and Martin says the association will sit down with him in the near future. Big discussion last week in the aftermath of the heroics in Hungary is what's happening with Heimir Hallgrímsson now. Do we give him a new contract right now? Do we wait till next year? What's the plan? The plan is to sit down before Christmas and go through what 2025 look like, similar to what we did with Carla. Did the first piece with Carla and we'll do the second piece after international camp. Look, I think, you know, the good thing about Heimir is everything, this is all real positive. This is a positive conversation. I'm not trying to have him to deflect away because we've had bad results. I think, as the man himself said, let's not turn a positive story into a negative. So the way I would see it is, you know, if you go back to September before we played, it was the first game Hungary. Like, in theory, he possibly had less left on his contract then than he does today.
So, so that's a positive because that's because of the results. So I would say that it's all really good, and we'll sit down with him before Christmas, and we'll see how we get on. You like him to stay? I just really like him. I think he's done fantastic. I think if you look at some of the results and also the underlying data, which is also really important, if I have to throw a few stats, I think we'd won 2 out of 16 Nations League games before him, and he's won 4 out of 8. We'd never won away from home in the Nations League. He's won 2 of them. We hadn't beaten a top seed in a qualifier in 10 years. He's done that. We hadn't won away from home against the second seed in 7-8 years. He's done that. So again, and again, if you look at... Já, þetta var bara svo að gefa ykkur reynda magna, ég var að hlusta á þetta viðtal og ég segi að ég verði einn með þetta. Nei, bara dæmum hvað fótbolti.net asnalega góð síða. Þeir voru að sjálfsögðu búin að þefa þetta upp einhvers staðar í írskum fjölmiðlum. En þú heyrir bara þarna og þið heyrið það báður bara hversu, þú veist, hvað Heimir virðist vera með spilin á sinni hendi. Já, heldur betur og svona hans var í viðtalum daginn á .net og tala það að þeir buðu honum í samning og þá var gengið ekkert sérstaklega gott. Nei. Þannig að núna hann búin að snúa því við og búin að fá fólki með sér. Það var kannski það eina sem að vantaði upp á hjá honum. Og heyrðum við í þessu viðtalið hvað hann búin að tikka í marga milestones fyrir Írana. Þannig að, þú veist, hann verðist vera í toppmálmann núna. Og skikir á Íranum fyrir 10-15 ára, eða þú veist, þeir eru oft verið með mjög velborgaða stjóra, Martin O'Neill, Giovanni Trapattoni var þarna og hann hefur væntanlega tekið sinn seðil hjá þeim. Sko, Eiður, þú ert öfnilega kannski með það CV að þú ert öfnilega eini maður sem geti fengið verulega stórt gigg út í heimi, að þú ert með, þú veist, pedigrína sem leikmaður og með þetta nafn. En ég meina, eins og fyrir hann, Heimi, að þú veist, hann var nánast dead man walking fyrir mánuði síðan. Hann kemur fram í þessu viðtali. Já. Hann segir að sjálfur yfirmaðurinn að í september var 8 náttúrulega styttur eftir að samninga heldur en gerir í dag. En ég meina, þessi tölfræði var áhugaverð að sjá, þú veist, hvað er búið að gera síðan að Heimi tók við og hvað hafi gerst á síðustu 10 árum. Það var gaman að heyra það. Og svo er það náttúrulega bara þessi ótrúlegi gluggi að frá því að sko núna allt í hennu vilja allir þekkja Heimi. Nú finnst öllum Írum eins og þekkja hann og farnir að elska hann og finna fyrir hvernig típa þetta er. Heimir er bara vel með máli farinn, heldur einhvern veginn alltaf svona stóískri ró. Já. Svona eins og maður gerir með konunni, sko, bara, maður æsir sig aldrei. Hann fer aldrei of hátt eða of lágt. Nei, mitt. Og ég held að það sé bara virkilega sterkur eiginleiki því að núna eru menn farnir að horfa tilbaka og segja, með hérna illa gekk og held hann alltaf þessu kólu líka og nú er allir náttúrulega komin upp á stjörnuhiminn en hann er alltaf Það eitt í þessu, þú svo sem varst heppið með það að hafa Guð Johnson nafni auðvitað, frábæri fótboltæðin, þú veist, pappin var náttúrulega að spila úrslitaleik í Evrópukeppnum og svona þegar vissu, þetta var nafn sem flestir í fótbolta þekktu. En að vera Íslendingur, getur þetta aldrei trikki, að vera að mæta nýr Íslendingur í nýtt lið eða eitthvað slikt á bara svona, burtum með hann og inn með brassan eða hvernig sem það er. Og ég meina, ég ætla að benda hérna á einn mann sem ég kannski með á heilaran þessa dagana, það er Rúben Amorim. Ef hann var Íslendingur eða Norður-Íri eða Skoti, eða ok, hann var löngu farinn. Eða bara Englendingur? Eða bara Englendingur, já. Spilandi með 5 hérna aftast í flatir í einum fleiri á móti Everton eftir 12 mínútur. Þú veist, Íslendingur gæti aldrei surviveað einhverja 20 tapleiki í ensku úrvalsdeildinni bara á einu ári eða hvað það er, sko. Þannig að það er oft... Ég veit ekki hvernig ég segja, það ég veit ekki hvort ég ekki tala tolla eða eitthvað, en það er allavega, það er ekki, stundum er ekki rosalega gott að vera Íslendingur. Það fer eftir hvernig þú lítur á það. Nei, ef hugsa ég held ég skil hvað átt við og veist, ég upplifði það þegar ég var að spila að það fannst öllum áhörfundum aðeins meira sexy að fá argentískan landsliðsmann bara því hann er frá Argentínu eða frá Ítalíu af því að hann er bara svo myndalögur og með dögt hár sko. Og alltaf þurftum maður að standa þessi nýju leikmenn af sér og þetta var bara þreytt sko. Bara svona,
virka meira sexy að heita Salas heldur en Eiður. Ég meina, ég tengi við þetta sem stuðningsmaður. Ég meina, þegar við fengum Mark Quinjós hérna Arsenal, ég var bara, yes, einhver ungu brassi, strax eldur. Akkurat. Þetta bara, og það eitthvað við þetta. Ég veit ekki hvað það Nei. Það ekki nógu spennandi, en það sem að gera síðan, og það sem Heimir hefur gert í þessu, förum við yfir í þjálfara, að hann hefur staðið undir öllum þeim verkefnum sem hann hefur tekið að sér. Það náttúrulega íslenska landsliðið sem aðstofa þjálfari, meðlas, segja það bara, svo þegar hann tekur við þessu sjálfur, svo þegar hann fer til Katar, fer mjög gott orð á hann þar, gerir góð hluti. Þannig að hann hefur bara, hann búin að búa sér til þetta nafn og ekki lækkar hans status eftir þetta. Nei, hann að gera góða hluti. Búlismenn að reyna að ergja mig með að sína mynd af Ruben Amorim, en hann með 21 tap. Varst ekki með ná mikið passion í þessu? Nei, ég svo komið algjörlega, ég er búin fullsattan af þessum manni. Með þessa 5 manna vörð sína og Masraoui inn á í, þú veist, hvernig að geta þjálfari ekki séð bara eftir 12 mínútur, það allt í rugli hérna, breytum einhverju strax, það þarf ekki alltaf að vera 57. mínúta til að breyta, sko. Nei, þeir eru verið hérna manni fleiri múti Evertón heima. Höldum bara Hafsendunum fyrir minna. Já, höldum við með það. Förum í ensku úrvalsdeildina, það snýst þetta allt saman, gerum það með Volt, nýri leikmenn komnir þar inn, Hagkaup, og Hagkaup selja hapatreyjurnar, og hapatreyjurnar hjá þeim erum úr enska boltan. Volt með okkur. Ég ætla bara að hvort ég finn ekki eitthvað lið sem að Eiður hefur skorað á móti. Jó, herðu, þetta gat nú ekki verið meira Eiðslið en þetta. Það Newcastle. Það er sennilega einn af uppáhaldsanstæðingum með Smára, þannig að þetta gat eiginlega ekki hitt betur á en þetta. Eiður raðað inn á móti Newcastle í gegnum tíðina. Þessi besta marki var að stakka af Andy O'Brien. Var það ekki hann sem úr stærst af? Jú, sennilega. Ekki að koma? Hjörvar mann alltaf. Nei, hann þetta bara skora fyrir utan teig. Þetta í deildabikar held ég. Þetta við gátum nú ekki hitt mikið betur á þetta en að fá Newcastle þarna í kassanum. En ef þér illa við Newcastle eða ef að þú ert United maður og fær Arsenal treyju eða Arsenal maður og fær United treyju eða whatever, þá leyfa þér bara að skipta. Því að það alltaf ekki að gera neitt mál úr þessu. Þetta eiga að vera happatreyjur og þetta á að vera skemmtilegt. Við slum fara í allt fjörið helgina. Það einn ábyggilega áhugaverðasti leikur deildarinnar, það sem afir helgina. Það er Chelsea-Arsenal. Af hverju ætti Arsenal að vinna hana leik, Albert? Því Arsenal hefur bara ekki tapað fyrir Chelsea síðustu 4 árum og bara sjáum þessu leiki sem Arsenal búin að spila á þessu tímabili. Fyrir utan kannski United-leikin, svona á þessu stóru leikjum, þá United ábyggilega verið öflugastar á Arsenal, en það múti City, múti Liverpool, múti Bayern. Þeir eru bara svo massífir. Þannig að ég svona fer þokkala brattur innan leik. Svona góð stemning allt í einu yfir Chelsea-liðinu og ég meina, Eiður, ertu að sjá bláa liðið fara að vinna hann leik? Nei, ekki. Nei. Nei, ok, ég meina það hefur verið, jú, og það aftur komin þessi, þetta hefur verið svolítið bylgjukent á tímabilin hjá Chelsea, það alltaf koma 2 leikir þar sem allt voða jákvætt og flott og svo kemur allt í eitthvað óvænt. Svo kemur bara Sunderland tapa. Svo kemur Sunderland heima og sem má ekki gerast ef þú ætlar að vera í þessari toppbaráttu. En núna kemur ljós hvort að Chelsea sé að fara að vera setja einhvers konar pressu á toppsætið og þá þurfa þeir að vinna sem bara, og allir vita að Arsenal bara langt besta liðið í dag á Englandi. Þannig að þetta verður erfiðbiti og Arsenal hefur bara spilað oft rosa vel. Ég held þetta hafi allt byrjað með þrennu frá Kanu. Árið 2000 eða eitthvað. Það setja hann að enda. Þeir eru 2-0 undir og Kanu setur þrennu á Stamford Bridge. Sólaði alla og bombanum í fjær. Fekst þú að spila með Eddie Hoy? Já. Það var áhugavert. Áhugaverð týpa. Nei, en þú veist að Arsenal hefur oft bara gengið nokkuð vel á Stamford Bridge. Það er blott þannig að þessir hlutir haldast í hendur. Chelsea-liðið, þetta með þessa frábæru miðju
Moise Caicedo og Enzo hafa verið þarna Hvor betri Albert? Caicedo eða Declan Rice? Ég tek Declan Rice. Ég tek Caicedo. Mér finnst bara eins og Declan Rice að spila sérstaklega at the moment. Finnst mér bara engin miðjumaður betur en hann í Emi. Þetta sama tilfinning og ég hef með Caicedo. Já, Sem með magnaða. Ég meina þetta eru pottið þeir tveir bestu í deildinni ef ekki Evrópu, sko. Já, en við sjáum að sko í predicted line-up hjá Fotmob þá eru með Sandorsson við hliðið Enzo. Já, glemdi því. Það er bara aldrei að fara að gerast. Nei, við bara látið eins og þið hafa ekki séð þetta stráka. Ég vissi nú að þið væri nú ekki að rýna í þetta. En hvað var að koma Cole Palmer inn í þetta? Hvernig var að taka út hvað það var að gera? Því að hann veistur hún heill, hann var að æfa og það var ekki blamanahundur í morgunna sem það var allan að setja. En ég meina, ertu að fara að henda honum beint inn í liðið? Er það ekki? Nei. Ég vona það, sem Arsenal maður. Ég meina, hann er ekki búin að spila síðan bara miðan september, sko. Það er alltaf langur tími liðin frá því að hann spilaði síðast, þannig að ég myndi aldrei henda honum beint inn. En þá getur Stromp að hafa síðasta hálftímanni að vantar að svona opna einhverju leiðir. Já, þetta verður áhugavert á sund. Ég held þetta verði bara algjörlega geðveikur leikur og það er eitthvað sem segir mér að þarna verður allt villust frábær lína sem ég gefa aftur Sanchez markmanni Chelsea prigg. Það er svo skemmtileg lína hjá honum, hann sagði að það er allir góður í fótbolta þangað til að fara í ensku úrvalsdeildina. Það var svona, mér finnst það góð lína því að það er svo oft sem að maður það er búið að hæpa einhvern leikmann upp, svo mætir hann í ensku úrvalsdeildina, hraðinn og þetta. Það er eitthvað með krátið, þeir heimta tempo, þeir heimta leikurinn sé á fullu. En þetta er líka svolítið að það er allir frábæri fótboltaleikmenn þá til að fara í eitt af stóru liðum ensku úrvalsdeildinni. Ég meina Kerkes var bara amazing í fyrra, sko. Já. Núna finnst öllum mann bara ekki geta neitt, sko. Nei. Þú ert bara miklu meira spotlight á þér sko, það var gott að Paul Scholes sagði hann Kobe Mainu ef hann var í Brighton okkur núna þá var Manchester United raunni að kaupa hann á 90 milljónum punda sem er svo ótrúlega rétt sko og af engan áhuga á honum núna því hann á svæðinu. Já, Happy Hydrate og Dr. Fútból kíkja á þetta allt saman, kreatínu góða hjá Happy Hydrate hjálpa mér að halda mér mössuðum 45 ára, það er full vinna og það gengur hrikalega vel. Já. Við skulum skoða fleiri leiki í ensku úrvalsdeildinni. Manchester City að fara að taka á móti Leeds. Það vill engin stuðningsmaður Leeds hafa þarna greið Daniel Farke var áhugavert að koma þarna. Heiður, hefur einhvern spila leik þar sem að engin í krátinu vill hafa þjálfarana þinn? Hefur svona sameinlegt svona þetta var svo áhvert, það var eiginlega engin með honum í liðið þarna á Elland Road. En ég var alveg upplifa það að vilja ekki hafa þjálfara minn. En ég hef ekki leikið það sem ég hef fundið frá svona þetta í rauninni eina skipti meiri sér svona utanakomandi. Það er þegar að Rafa Benítez tekur við Chelsea. Já. Það var bara dött frá fyrstu mínútu. Bara út af Liverpool tengingunni hjá Benítez. Það er svona, það maður hugsaði hverjum datt þetta til hugur að þetta gæti virkað. En ég hef aldrei upplifað það bara allir á vellinum vilja og farir. En hefur spilað á mótiliðið þessum að bara allir, þú veist, bara einhvern veginn, það leigið á, af því að Bretin er þannig að, þú veist, þeir láta svona í sér heyra þegar þeir nenni ekki stjórunum mikið lengur. Já, en það var nú nánast bara í annari hverju viku þegar maður fer á útivöll og vinnur að þá eru aðeins verið að hraumi við þjálfarana sko. Já, þetta er sko krallgreið þessi Brendan Aronsson, það sem hann fekk þetta var svona eins og frá boltan í gamla dag, það var náttúrulega engin túristar á Lítsvellinum, þannig að það var bara verið að leigið á kannanum hann Brendan Aronsson greinu, hann tók allan skítin eiginlega fyrir allan hópin. Gabriel Guðmundsson gefur mark í hverju einasta leik. Hann er ekki Íslendingur, hvað það sjór hennum. Sitt í aðeins að hegsta, það er að segja, þú veist, þessi 2 vondu úrslit í röð. Já, en þeir voru samt ekki, þeir náttúrulega bara hvíldu allt liðið sitt móti Leverkusen og voru ekki slakir á móti Newcastle. Það var bara frekar opinn leikur. Þannig að ég held að þetta verið nokkuð þægilegur heimasigur hjá City, kom með sterkasta liðið sitt búin að hvíla á í miðri viku. Þannig að ég reikna með þægilegum einn þarna. Já, það er eitthvað verið að Semenyo, það er nú verið að orða hann við City, því að hann þarf mörkur einhverjum öðrum áttum hann Pep og Semenyo
svo það sé á hreinu og það sé sagt, Ghana ekki í Afríkukeppnin í ár þó að öll í Afríku hafa komist í Afríkukeppnina þá Ghana ekki eitt þeirra það er bara ótrúlega sko og, Stemmir ekki það er svona 7 útgáfur á Kongó í Afríkukeppni það ekki Ghana ekki en það var áhært að fylgjast með þessu við erum auðvitað á sín klukkan 3 á laugardag fyrir svo og kannski næstesti leikurinn kannski bara Crystal Palace Manchester United sem í hátinu, hann spilaði strax klukkan 12 þannig að menn þurfa að vakna í þann leik og Já, því United mennur heppnir þarna nú Já, fáið Palace eftir sambandsþetta viku Þeir nú búin að vera í brasi hann tók Markeihi út af hálfleik sko. Já, hann gerði það, já bara til að nutta hann fyrir United sko. Þar var óefnir en Þeir ansið hrættur að vera enn þunglindari klukkan svona 2 á laugardaginn ertu með þjálfara fyrir mig í Manchester United? Sko, nú ég Ekki Sesk Ekki eðilega Sesk líka ekki eins og Sanchez sagði, það allir frábæri bara fært yfir á stjórun, það allir frábæri stjórar þanga til að þjálfa Manchester United Nei, þú varst ekkert eðlilega spenntur fyrir Amorim þið fannst vera mikið svægi yfir hún ég sagði bara, þetta áhugaverð hugmyndafræði sem hann með og það var alveg gaman að sjá þetta liðan Sporting Lisabon spila ég var mjög ánægð með Solskjær, ég held mikið með hann frábæri, mér varst það skemmtilega sem hefur komið fyrir United síðan eftir Ferguson ég vil bara ekki sjá minn mann fara á það ég held að það sé bara career suicide Eiður, áttu þjálfara fyrir mig? Nei En ég held að helmingurinn af þeim sem bara í fínu starfi og öryggir starfi hugsi, ég myndi ekki taka við þessu United og við myndum gera það en sko Frank Lampard núna að jarða Championship-deildinni og ég meina hann búin að prófa að stíga inn í stóran klubb sem stjóri hjá Chelsea og ég meina hann segir ekkit að þú veist þó að við klikkað einu sinni hjá þér að hann geti ekki stíði aftur inn í stóran klubb og stýrt honum klárlega ekki Hvað er ráleikur hún? United á línunni. Klára þetta með Coventry eða? Það er rosalega erfitt að segja nei þegar að svona kall kemur. Þetta nú, ég ætla nú ekki lengur að segja stærsta félag en eitt af stóru félagunum með það og vera það alltaf. Þannig að þegar að súrlest kemur þá er erfitt að segja nei við henni. Ég segja nei og býði til næstu. Já. En þú ert með ekkert nafn fyrir mig. Nei, ég bara, mér dettur engin til hugar það sem að núna, þú veist, hver er Nagelsmann? Þú veist, það bara, ég veit það ekki. Já. Hvað heitir vinnu okkar hérna í Crystal Palace? Það Glasnerinn, Hjörvar vil ekki sjá hann. Ég vil engan með hugmyndafræði. Þá bara förum aftur bara í sama alladæs. Bara koma smá rauður reglu á það. Já, er hann ekki frábæð þjálfari? Jú, ég elska að spila undir. Já. Var hann ekki líka duglegur að henda frí menn var stóðu svo vel? Já, það kom alveg fyrir. En hann var mun sko, það fyndi með sama alladæs hann var svo miklu framar í sinni sko, hugmyndafræði heldur en menn gera sig grein fyrir hann var bara einn af fyrst og breytla sig með sín eigin hérna, hvað heitir þetta nutritionist og alla tölfræði ég hef ekki sagt hann hafi verið einn af þeim fyrstu með alla tölfræði sem hann hægt að fá hvað sem það þú veist, sprettir eða hlaup eða þú veist, allt þetta Það eru 27 ár síðan sko, hann var þjálfarinn minn. Þetta kannski gefum við ekki nógu mikið kredit klukkan 2 á laugardaginn eins og Vestam. Hann drekkur líka hvítvín úr hálslítisglasi sko. Og pænt. Já, pænt. Vestam og Liverpool mætast klukkan 2 á sundaginn. Þetta er mikið búið að ræða framtíð Arne Slott. Jamie Carragher sagði hann fengi 3 leiki til að sína sig og sanna þarna Það er þá Vestam úti, Svendal Tema Leeds úti Já, hann klára sig nú á því Hvað erum við að fara að sjá þarna á sundaginn? Erum við að sjá bara Liverpool snúa við dæmin? Hendur hann til sala á liðinu núna? Nei, ég held að gera það ekki Það er mest að spurning hvort að Ísak kom aftur inn í lið hann var á bekknum á móti PSV Ég held að hann setja Ísak aftur inn í lið spurning hvort að Virtsi komin inn í hópin að það sem ég finnst hann eiga að gera er að taka Konati út úr liðinu ég meina hversu lélur er eiginlega Gómez ef að Konati getur spila svona hver einustu viku Er það fitness issue hjá Joe Gómez? Jú, en samt sko þú veist, hann fær að fá mínum til þess að byggja upp þetta fitness þú veist, hann var það ekki að móti mitt Palace sem hann byrjaði í deildabekunum og leitt skellur út og hann var alltaf að fara að sjá öllin eftir það
Real Madrid voru að tilkynna það að þeir eru engan áhuga á Konati. Já, það kemur ekkert á vart. Þannig að getur Það ekkert klapp á baki fyrir scouting-systemi hjá Real Madrid að segja að þeir hafa ekki áhuga. Það bara nokkuð vel metið það. Það hafa með hann að gera. En, ég meina, þú veist, þessi Ibiza ferðalag Arne Slott lítur illa út í dag eftir að maður fór að tók þetta DJ-græðurnar og tók nokkra slagara en sko hvernig gerist þetta? Því að þetta hvað þetta að gera? Hvað gerist? Já. Og það sem er að gerast og er búið að gerast er að þínir stærstu stólpar í liðinu eru bara að spila langt út í pari. Já. Við erum og það er bara Van Dijk, Salah og hver er þriði? Markmaður er náttúrulega búin að meiddur með Alisson. Hann er ekki með svo, mann finnst bara enginn að þeim vera á sama leveli og fyrir 3-4 mánu eða 6 mánuði síðan. Það er búið að dala rosalega mikið og horfður á 4. marki í meistardeildinni sem PSV skorað. Van Dijk hann bara nennir ekki að hlaupa tilbaka. Nei. Og svo lítur hann upp og ég ætlaði að spila rákstæða, gerðir þú það ekki? Áttu ekki verið maðurinn sem stjórnar þessu. Það er eitt dæmi, hann er bara ekki á samanlefi. Mo Salah hefur eiginlega bara verið lélugur allt tímabilið, þó hann hafi skorað þarna nokkur sigurmörk úr vítum í byrjun tímabils. Og þarna ertu búin að taka 2 stóra út sem þjálfari er rosalega erfitt fyrir það að taka út úr liðinu. Tekur ekki fyrirlegan. Og Mo Salah, besti leikmanni sem að Liverpool er búið að vera með síðustu 7-8 ár. Svo kom inn á kaupin. Já, þú ert alltaf að reyna að tróða virts inn í liðið sem að var nokkuð ljóst fyrir eitthvað snemma var ekki að fungera. Þannig að taktu hann aðeins út og leyfðu hann bara svona mjaka sig inn ef hann getur. Og svo ertu með Alexander Isak og nú fara allir að tala um verðmiðana náttúrulega, bara eins og gengur að gerist. En við tölum hérna um 2 leikmenn áðan. Það var Caicedo og Declan Rice. Það talar enginn um verðmiðan á þeim lengur. Nei. Þá er að gera eitthvað gott. En verðmiðin verður bara þyngri og þyngri hjá Ísak og Virts ef þetta heldur svona áfram. Já. Þetta verður áhverður leikur þarna á sunnudaginn. Því að byttu West Ham Liverpool vinnur 3 á Epic. Ég var að skoða sportsbókina hjá Epic og það er þetta þrefalda þetta Liverpool. Ég er nú alveg til í það. Það er nú svona tilbúð sem ég og mín fjölskylda getum kannski ekki hafnað. Þú fæði þetta í gegn. 100%. Ég það nú, ég sé nú ekki mikið að tippa á Liverpool svona í frístund, þá ætla ég að gera það í þetta skiptið. Já, það er einhver að rappa þetta í lagið hjá mér. Sjá, nei, komum við ekki út þarna, ég veit hvað það er hérna. Minna það að fjallið verður 2-falt í desember, Epic fjallið. Við slum tippa á leikina, við slum byrja þetta að sjálfsögðu bara strax á laugardeginum. Það er engin föstudagsleikur og það er engin hádegisleikur. Þannig að Eiður, ég ætla að fá þig til að byrja tölur Brentford Burnley. 2-0. 3-0. Já, fyrir Brentford. Já, báðar fyrir Brentford. Á Man City Leeds, Eiður. 4-1, Man City. 5-0. Sunderland Bournemouth. 1-2. 1-1. Everton Newcastle. 0-0. Ég hef alltaf trú að Everton gerir 0-0 í aðtali. Moisey. Þetta er heimasigur. Þetta er 2-1 Everton. Tottenham Fulham. 2-2. Já, ég ætla að fara í Axel líka hana, en ég tekið þetta 1-1. Þetta er Crystal Palace Manchester United. 3-1. Crystal Palace. Þessi verður flatur 0-0. Aston Villa Wolves. Já, ég sé þetta Wolves dæmi ekkert breytast. Tráttur Roberto sem hættur. Já, 3-0 Aston Villa. Herðu, ég fer þá í óvænt X hana. Óvænt 1-1. Forest Brighton, Eiður. Já, maður sá nú Forest í gær. Þetta gæti orðið 5-0 sko. Nei, Brighton tapar aldrei svona stort. En ég spái samt að Forest haldi áfram þessu skriði. 2-1. Herðu, ég speikla, fyrir hináttina 1-2, Brighton sigur. West Ham Liverpool, Eiður. 2-0.
2-0 Vestam, wow. Ok, Albert. Og Slottur eru farin í kjálfari. Erum við ekki hérna til að leika? Jú. Ég nefnilega held að Liverpool myndi ekki. Ég fyrir 2-1. Vestam. Já. Og svo það risa leikurinn á sunnudageiður Chelsea-Arsenal. Frá hjartanu. Já. 1-0 Chelsea. Við fáum sömu úrslit á Stamford Bridge í fyrra. 1-1. 1-1. Já. Hald ég, svona lítur helgin út hjá okkur í ensku úrvalsdeildinni og eins og sé, byrjar allt saman klokkan 3 á laugardaginn. Sko, ég var stattur í Englandi og þar hitti ég David Moyes eftir leik og hann náttúrulega mikið af víslíkum og þú þekkir hann ábyggilega ágætlega og Kenny bróður hans, þeir á eitthvað orðið á þínu vegi, á þínu ferðarleiki. Já. Sko, hann var svo glaður, ég hef nú búin að taka vittur og þakka hann fyrir að hann vildi fá að senda kveðju til Íslands og þetta var svona ekkert málum að senda kveðju eitthvað og endaði með að tala í myndavélina sendi öllum vinum mínum á Íslandi kveðju og vonandi nutu ok, þetta var frábært að kella við þetta en bara hitta mann sem svona genuinely glaður eftir að vera í fótbolta alla ævi eftir einhvern að greinlega hafði lengi beðið eftir þessum sigri og það var áhvert að fylgjast með hversu kátur hann var. Við slumum fari í vinnera og lúsera vikunar með Einari Á. Já, þetta má með Einari Á og vinner klárlega strákurinn okkar, hann Viktor Bjarki Daðason. Og ég alltaf erfiðleikum með að raða þessum nöfnum saman. Það Viktor Bjarki Daðason. Kom með 2 mörk í Champions League, yngsti leikmaður sögunar til þess að koma með 2 mörk í meistaradeildinni á þessum aldri og ég bara vildi óska þess að ég geti sagt ykkur meira frá þessum leikmann því ég séð mjög lítið frá honum en framtíðin hans fyrst hann byrjar að gera þetta allt saman hérna Eiður hefur séð hann eitthvað svona meira en bara sem mörk Nei bara ekki nema bara það sem við erum búin að fá að sjá á undanförnu við vissum alltaf að þessum stóra stæðilega dreng var hann ekki fram á yngri árum og fyrir alltaf út bara mjög ungur en ég hafði ekki séð neitt þannig séð ég gæti gefið skýrslu sko. Nei, þetta áhugavert ég hef heyrt af þessu stráklíki handbolta sem að sko framvoru kannski að vinna einhvern leik 30-25 og hann skoraði 26 mörk svona hann svona ofur aðþrýtt greinilega frábær Hákon Haraldsson auðvitað vinnur líka svo við höldum áfram með Íslendingunum Enzo Maresca vinner líka nú einhverju vinnirar í einhverju öðru Albert, ertu með einhverja vinnira Eigum við ekki að gefa F-fáingum vinnira fyrir með Lóa Ólafs Já, fyndið Það var gott stöf, Lóa Ólafs það bara vinnir fyrir að þau, það var náttúrulega ekki erfitt að sannfara hann þetta grín Já, hann það Arnar Laufdal Já Hann var klálega vinnur í sér að ferja hjá ykkur Já, hann stóð sér vel hann fljótur og kom með efnið hérna á Úr klefanum? Já, bara búa til efnið, svo með kunja og þetta bara inside information, strax komið hérna hann séfar aldrei Pældi ég Manchester United hafi samt ekki viljað feika þetta fá mig inn í klefan sem að færi strax að sniffa búningunum og bara hafi ekki haft kunja þarna sem einn af þessum gæjum bara svo þessi fáti fari ekki að gaspara þessu hérna okkur að núna They weren't recognized, þeir þekktu ekki leikið Greinilega þekktu ekki þennan Ég átti rosalega erfitt með þessa setningu Já, ég held að segja Aron Jósi pínu vinnur hann getur kannski setið núna í heilt ár og gert ekkert er það ekki eitthvað sem allan dreymir að gera Fá bara borga fyrir að spila mann bara veistla Það er bara þannig Ég er búin að hugsa þetta meðan þið eru að tala ég er búin að hugsa eitthvað ég greina að lesa ekki neitt Nei, ég þarf að Ég bara veit ekki neitt neitt Það er eins mbl.is hún er skemmtileg og ég ætla að gefa veðurfræðingum vinnur vikuna því að það hefur allt staðist Ég hef kíkt á það síðustu 4 daga Já, ertu þetta á veður.is? Ég gera það og það nú yfirleitt yfir sumarið til að sjá hvenær maður hugsanlega kæmist í golf Já
Nú það bara hversu þunglítum að verður á morgun. Þú Helgi Sig eða þetta sammeilegt. Við erum Þegar var að þjálfa okkur í Fylki, já. Það bara, hann byrjaði bara alla vikur á því, bara leikur á sunnundi og bara byrjaði á mánundi. Ástrakar og veðurspánu sunnundaginn, svo þetta bara fundurinn bara. Akkurat. Við verðum bara að koma okkur í gegnum næstu daga því þetta verður fínt helgina. Svo bara í nei eða já. Hendum okkur í nei eða já. Gera það með Teija. Nú getur borgað beint í síman. Já, símiðin getur orðið posi fyrir ykkur sem áhuga Teija fyrir klúbin. Nú Lamine Yamal bara lélega útgáfan STV, spyr Frans Völler. Nei. Héldur leikmenn Chelsea Eurovision party þegar Eiður var þar? Nei, englendingar hafa engan áhuga Eurovision. Þannig að þetta bara eitthvað grín þáttur sko, sem þetta náttúrulega Mættu þú samt oft á æfingar og tala, heyrðu það, gott serbneska lagi, eru þið búin að heyra? Nei, ég get það. Já, hafði Eiður trú á blöð í körfunni? Hann hafði þetta tapaði körfubolta nú á dagunum fyrir Gunnari Birgisson í 1-1, hafður trú á hann? Þannig kem ég aftur inn í það, ég bara ekki að fylgjast með. Nei, við þurfum að lána þér internetið, því að Nei, ekki á móti Gunnar Birgi. Ég bara sko hvað stærð, styrk og bara aldur og bara svona hreyfigeta. Já. Það hafði ég ekki mikla trú á blöð þarna. Samt sem að fyrsta karvan sem hann tók, þetta var easy. Þetta var easy. Svo bara sprungin kallinn. Nú Bukayo Litli Saka veikilhekkur í Arsenal-liðinu, spyr Óskar G. Óskarsson. Það engan veikan hlekk að finna. Hann alls ekki veikilhekkurinn. Nú orðið óþægilegt fyrir Dokk að vera í minni hluta í Túborg 10, þá erum við að tala svona sem stuðningsmenn Manchester United. Já, það er alltaf óþægilegt. Ég þarf að fara að laga það allt saman. Nú, Eiður borðar fisk. Það sjálfsögðu. Já, það gerir. Já, þessi hérna, hann borðar ekki fisk. Nei. Nú, þetta orðið 2 hesta kapphlaup milli Chelsea og Arsenal? Nei. Nei. Róm og Græns. Ég ekki búin að afskrifa City. Nú Kukureya betri en Asli Kólspil Guðni Reynir? Nei. Hann það ekki. Albert, þetta er búin að jafna og tapa í úrslitaleik á móti Stjörnunni í hnokkamótinu? Nei. Og mun aldrei jafna með því. Nei. Ég veist ekki svona að tapa þeim leikur. Nei, það er eins og það er. Hvað er það er eitthvað mót sem að þú hefur verið á. Eiður, þegar þú skoraði þessi mörkarna á tómmótunum sín tíma, fóru þið í úrslitaleikum í Fylki eða? Já. Og ég ekki búin að ná mér eftir hann. Nei. Það hefur verið svona ábyggilega sæmilegt one-man team, þetta lið á þeim tíma. Já, svona, þú veist. það var, við skulum áraða þannig að ég var svona Haaland okkar íringa á þeim tíma, en að sjálfsögðu þurfti ég liðsfélagana með. Varst ekki búin ekki með SO framan á okkur? Jú. Geta ekki verið? Já. Og þú varst þá með svona smá eða ekki aftur? Jú. Svona sítt. Eins og ég ætla að byrja saman. Það held ég má ég sjá, svo bara verið að fara yfir alls konar hluti. Má ég sjá, hefur Gylfi Sig haldið að Gylfi Sig sé búin að spila sem síðasta landsleik fyrir Ísland? Já, fyrst hann var ekki valinn í síðasta verkefni. Hann var í toppformi þá. Já. Þannig að það er gaman að þessu. Herri, við slum fara bara og slúta þessu öllu saman, gera það eins og alltaf með El Grandi. Verðum bara eitthvað þægilegt og leifum drengjónum að njóta sín þessara þekkingar. Það er það sem að mínir menn í Kemi vilja, að þeir fái að njóta sín. Og já, ef ég þekki Kemi.is, það er einu harðhausarnir sem er áblæð ekki með neitt Black Friday. Það er svona, það er harðhausa dæmi. Herri, ég ætla að leyfa þeim sem er eldri að byrja. Ég ætla að vera bara í klassísku, bara leikmenn sem var að spila bæði fyrir Arsenal og Chelsea. Því að þessi leikur er helgina og þetta er svona stóri leikurinn og Eiður, ef ég fæ þið til að byrja. Peter Cech. Asli Kól. Peter Cech, já. Það var búin að gleyma Cech í Arsenal. Já. David Luiz. Kóngurinn. Takk fyrir
þá sendingu herðu William Gallas William Little Gallas já Jorginho Já, Jorginho Havertz Kai Little Havertz Aubameyang Já, Fabregas hann svarar með Fabregas Anelka Anelka rétt svar í öllum spurningum um enska Madueke Noni Madueke Raheem Sterling já Já, þetta er wow Herri, við erum í meistarardeildinni hérna Giroud Oliver Giroud, dóttirinn Vá, hvað þetta margir leikmenn Ég held að þetta er búið eftir svona 6-7 Emmanuel Petit Emmanuel Petit djöfullinn Wow, wow, wee, wow þar Wow, wow, wee, wow ég er bara að sé núna Geða með 5, tæltun er 5 5 4 já, ég eitthvað meira 3 2 Veistu hvað, þetta var sko, Þetta var level þetta var ótrúlegt level á okkur djöfullinn var samt eitthvað svona Ég bara setti þetta ekki upp að því að ég held þetta er einhverju 6-7 leikmenn bara og menn eru rólegir ég skoða þetta ekki eins og sjálfur sko þegar hann tók Petit frá mér sko og dó eitthvað ynga sem Ég spilaði með honum anskoti Áttu nú að vita þetta Já, þetta er Viljan auðvitað Viljan, kongurinn auðvitað Þið vantaði bara Viljan hefur þið verið sprungin Nei, Sko- ég var með Rókasl Já, David Rocastle Kepa, Jossi Benayoun kongurinn, Lassana Diarra Úff sko Benayoun kom upp hjá mér áðan svo bara týndist Þetta er fáránlega vel gert strákar Vá Lauren Já. James Þetta er hvenna Þegar ég er alltaf, ég setja alltaf saman já, auðvitað Þannig gerir ég mín gögn Það vinnandi saman já Þegar við erum sterkari saman segjum ég og hef alltaf sagt allir sem einu Allir sem öll og Dóttar fútból þakka fyrir sig á samt Eiður Smára Guðjónsson sem var gestu þáttarins af því að við ætlum aðeins að fara á dýftin á leik Barcelona og Chelsea og svo er líka annar slagur hjá honum það sem er fyrirverandi liðans mætast og við bara slepptum það að ræða það Fulham og Tottenham ræðum það bara síðar Albert Ingarsson líka frábært að fá þig, varst þú aldrei orðaður við einhvern veginn reynslu í Englandi eða neitt? já, Englandi? Já, nei, pappi reyndi að nota þessi tengslin við Moyes, þekkti pappans Moyes vel, ætlaði að koma til Preston sín tíma en það hefði verið mjög stuttur reynsla já bara vilja komast heim já, ég hef verið sendur heim fljótt sendur heim fljótt, en varst þú markaðastur á tómmótinu, semst í setológi? Tommamótið? Í eiginu, ég var valinn besti maður sjálfmótsins ég man ekki hvort að markaðastur Já, en ég var valinn besti það það verður aldrei tekið að mér Nei. Nú hefðirðu orðið alvöru maður og borðað fisk eins og alvöru maður? það held ég ekki, nei Ok, takk fyrir þetta. Dóttar fútból, takk fyrir sig, verið sæl.